Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín kominn Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri. Velkomin. Takk fyrir. Þú varst að gefa út bók sem hefur langan og flottan titil The Economic Crisis and its Aftermath in the Nordic and Baltic Countries. Do as we say and not as we do. Þessi kom út í fyrra, það ekki? Hún kom út í haust, já. Og í haust, já. Og ef þú segir mér bara kannski aðeins, hvað varst að skoða, hvað varst að rannsaka? Ég svona að reyna að meta viðbrögð þessara landa við hruninu 2008 og það hver niðurstaðan og Norðurlöndin þau eru þekkt fyrir það að vera velferðaríki og fyrir þau að Ísland undanskildu kannski Ísland og Finnlandi þá var þetta ekkert voðalega mikið hrun. Þau eru með velferðarkerfi og sem er kallað automatic stabilizers í hagfræði þannig að hagkerfin leiðrétta sig sjálf að miklu leyti. Eystrasaltsríkin eða baltnesku löndin sem ég get kallað líka, þau eru hins vegar tóku bara frjálshyggju eftir kommunismann. Já, sem kannski kom á óvart eða hvað? Já, það kemur mér svolítið á óvart, ég er ekki viss ég skilja alveg okkur það en það kemur á óvart. Forsætisráðherra Íslands ákvað á sín tíma hann taldi að vestrið hefði tekið upp kapitalisma og leit þá til Bandaríkjanna. Þeir leit ekki til Norðurlanda, til Bandaríkjanna. Og með mikið ójafnar tekjudreifingu, flötum sköttum, mjög litlu velferðarkerfi og þessi lönd tóku líka upp fastgengistefnu, hvers vegna, vegna þess að þau voru sóttust fyrst eftir aðild að Evrópusambandinu og síðan evrusvæðinu. Og hvað þýðir fastgengistefnu? Það þýðir það að þau get ekki lækkað gengið sitt eins og við gerðum það 2008. Það var grundvöllur fyrir okkur að ná okkar hagkerfi í gang aftur, að geta lækkað gengið og ná hagvexti í gang aftur. Sama gerðu Finnar og Svíar 92-93. Þessin að do as you say and not as you do. Því Svíar og Evrópusambandið kröfðu þessi lönd að halda föstu gengi til að koma inn á evrusvæðið. Og fyrir þau evrusvæðið ekki bara efnahagsmál. Evrusvæðið og Evrópusambandið öryggismál fyrir þau. Þau eru með landamæri við Rússland, þau eru mjög hrædd við Rússland og þau vilja tengjast vesturinn eins mikið eins og mögulegt og þess vegna líta þau til Vestur-Evrópu og svo til Bandaríkjanna vernd og evrusvæðið var hluti bara þeirra öryggismál. En hefðu þau ekki alveg getað tekið fengið þessa vernd eða þannig en farði í velferðarkerfið eða hvað? Hefði það? Velferðarkerfið náttúrulega kostar peninga fyrir þau og það var ekki bara það að voru krafna að vera með fastgengi, heldur þýddi það að þau voru með fastgengi, það þýddi mjög mikið aðhald í ríkisfjármálum. Og ef þau með mjög mikið aðhald í ríkisfjármálum og mikið niðurskurð, þá ekkert pláss fyrir neitt velferðarkerfi. Þannig að þau voru með veik velferðarkerfi fyrir sem síðan það ennþá veikari vegna þess að það var ráðast í mikið niðurskurð. Og það hafði mjög alvarlegar afleiðingar fyrir þessu lönd sem eins og ég segi frá í bókinni þýddi það að þau tapa þá leið, unga fólkið þeirra, það sér ekki framtíð og það fer erlendis og það sem ég sýni í bókinni það að þegar þessu lönd verða sjálfstæð 91 þá hrynja Sovétríkin, þá verða sjálfstæð, þá voru þessi lönd eitthvað 8 milljónir manna og svipað fjöldi í Svíþjóð. Núna eru þau með 6 milljónir en Svíþjóð rúmlega 10 milljónir. Þannig að þetta er mikil blóðtaka sem að maður sér ekki alveg hvernig þau muni vinna sig út úr. Þau hafa auðvitað náð árangur að því leyti að þau hafa ákveðið öryggi. Þau eru Evrópusambandsland, þau eru evruland, þau eru í NATO, en kostnaðurinn við þetta að ná öllu þessu öryggismálum efnahagslega og félagslega held ég að sé mjög alvarlegar afleiðingar sem að þau horfast í augu við á næstu árum. En þú í þessari bók ertu kannski ekkert að finna neina lausnir á því hvernig þau geta brugðist við þessari fækkun eða? Ég held að þessi lönd eigi að mínum mati, sumt sem ég fjallum er kannski svona vísindalegt hagfræðileg málefni, en svo hefur maður líka skoðanir. Ég hef þær skoðanir að þjóðfélög sem eru með mjög ójafna tekjudreifingu og það sem að kalla social exclusion líka, félagsleg útilokun, það sé ekki heilbrigð samfélög og það hafi alvarlegar afleiðingar ef það er. Ég tel að þessi lönd eigi að taka upp stighækkandi skatta og skattleggja meira það fólk sem mest ríkasta fólki í löndunum. Það eru margir ríkir þegar löndin eru sjálfstæð og einkavæðing kom fram. Þetta fólk getur lagt meira til samfélagsins eins og gerist á Norðurlöndunum. Þeir sem hafa leggja meira fram. Ég er ekki að tala skattpíningu, þetta bara leggja meira fram. Svona stigvaxandi skatta eins og hér. Þá hægt að
styrkja menntakerfin hjá þeim og heilbrigðiskerfin og búa betur að þessu fyrir þannig að unga fólki sjái framtíð í þessu löndum. Það grundvallaratriði að unga fólki sjái framtíð sem er ekki alveg augljóst í dag. Þú hefur svolítið að ferð á flugi og kentu við marga háskóla, líka þarna í Eystrasaltslöndunum, ekki satt? Jú. Og ertu þá að predika þetta og svona benda þeim á þetta eða hvað? Já, ég að benda, ég fer aðalega við svokallað Erasmus sem fjármagnar Evrópusambandinu og ég að benda þeim á þetta, spyrja nemendur spurninga og spyrja þau hvað finnst ykkur þetta mál og reyna að átta mig á því og líka spyrja hver er ykkar framtíðar plan og maður sér það mjög mikið af þessum nemendum eru með það í huga, minna, þau vilja ólíkt íslensku nemendum læra á ensku, margir íslensku nemendur vilja læra á íslensku, þau vilja læra á ensku, hvers vegna? Þau sjá atvinnutækifæri þegar þau eru útskrifast og það sem ég sé þegar ég er að rannsaka þetta er það að fólki sem er að fara úr þessu löndum er 22-23 ára gamalt, akkurat á háskólaaldri, það fær sína gráðu, það kann orðið ensku og þau flestir fara til Bretlands og Írlands. Og skynjar þetta á nemendunum að þeir séu bara að mennta sig til að flytja í burt eða hvað? Já, það er náttúrulega þeirra menntun og þau eru mjög ánægð með að fá fyrirlesara sem að kenna á ensku eins og ég og fleiri gera. Því þau vilja vera hluti af sameiginlegu vinnumarkaði og ég held að það sé gott í sjálfu sér. Ísland hefur líka verið svona, við erum mjög hreyfanlega. Ég hef sjálfur búið eitthvað 20 ár á minna ævi erlendis. Við gerum þetta, en það þarf að vera það sem er kallað circular flow, að fólk þarf að koma og fara. En það sem hefur verið með barnæsku löndin, það hefur verið meira að fólk hefur verið að fara en ekki koma. Og ekki komið aftur. Og það er hættan hjá okkur í hruninu, okkur fjölgaði, eitthvað 7% á svona 10 ára tímabili, Svíum eitthvað 10%. En þessum löndum eins og Lettland og Litáen fækkaði eftir hrun meira en 10%. Þannig að við erum með svona hringrás, en þau eru ekki með hringrás, þau eru bara með að fólk fer í burtu. Það er líka annað að þegar að við lendum í hruni, þá er ákveðin krafa á Íslandi að það sé ákveðin jöfnuður og það sé velferðarkerfið sé verndað. Við unnum fyrir niðurskurði en miklu minna en þessu lönd. Við erum vön að mótmæla og láta í ljós okkar skoðanir og krefjast bóta, þó við séum alltaf ekkert fullkomin hér, en við gerum þetta. Í þessu löndum er ekki slík hefð til. Þau hafa alltaf bara alltaf verið svo undir hælnum á Sovét. Þau voru hluti af Sovétríkjunum. Þegar að Sovétríkjunum voru til, þá voru landamærin lokuð og það var bannað að mótmæla. Hvað gerist þegar löndin verða sjálfstæð? Þau sækjum aðild að Evrópusambandinu, þau verða aðilar að því, þau eru aðilar að sameiginlegu vinnumarkaði og þá er hægt bæði að mótmæla og fara. Og hvað kjósa þau? Þau kjósa ekki að mótmæla, þegar það reynda voru mótmæli í þessum löndum, til dæmis í Ríga, en það voru skammvinn mótmæli, en það sem gerist er það, þau yfirgefa svæði. Og þetta er eitthvað sem Evrópusambandið og Svíþjóð til dæmis sem að hafi fjármagnað þessa þenslu sem þetta var í þessu löndum, þessi mikla hagvísi sem var í baltísku löndunum, það var kallað að þetta væri eitthvað kraftaverk, þetta væri Baltic Tigers og allavega, þetta var bara phony, þetta var hagvísi sem byggðist á því að fjármagn var að flæða frá Norðurlöndum, einhver Svíþjóð sem á bankakerfið þeirra, flæða þangað inn, gríðarlega mikill hagvöxtur, síðan þegar hrunið verður, þá kippa Svíar eftir hendinni, bjarga sjálfum sér, náttúrulega eins og allir vilja bjarga sjálfum sér og vilja ekki taka skellin. Þessi lönd taka skellin. Þau verða að halda föstu gengi til að vernda bankana, til að komast inn í evrusvæðið. Þetta er öryggismál fyrir þau. Af því að þau geta ekki fellt gengi eins og við gerðum, þá verða þau að grípa til mikið meira aðhalds í ríkisfjármálum og þá verður velferðarkerfið fyrst fyrir barinn á því sem var mjög veikt fyrir. Þannig að ég held að þetta sé svona hálfgerð sorgarsaga fyrir þessu lönd. Hljómar þannig. Ég held að það sé alveg framtíð fyrir þau, en auðvitað verður þau að taka sín mál í eigin hendur. Ég held að þau eigi frekar en að líta til Milton Friedman og Chicago Economics í Bandaríkjunum fyrir álshyggju, þá þurfið þau að horfa til Norðurlandina. Auðvitað, það segja margir að Norðurlöndin séu of stórt, ríkisvaldið séu of stórt og umsvifamikið og svo framvegis. Það er margir sem segja þetta og háir skattar. En við sjáum samt að Norðurlöndin, þó að þau séu með háa skatta og stórt ríkisvald, umsvif ríkisins séu töluvert mikil, þá eru þau með mikinn hagvöxt og þeim hefur gengið vel á alþjóðlega mælikvarða, hvort þú horfir á velferðarkerfi, hvort þú horfir á jafnrétti, hvort þú horfir á umhverfismál og svo framvegis, náð miklum árangur og það sem mér finnst þessi lönd þurfi að gera í framtíðinni og þau verða að taka þetta í skrefum, þau gera þetta smátt og smátt, að stíga frekar skref í þá átt heldur en að vera með frjálsan markað
og láta segja bara einstaklingin þið verður bara að bjarga ykkur sjálf. En hver getur verið svona fyrstu skref þeirra í þá átt? Er það eitthvað sem ég sé að Lettland að byrja að byrja með að hækka þessi skatta. Já, það það kannski, það skattarnir svona fyrst og fremst sem að þetta er að byrja að vinna með. En ég ætla ekki að gera þetta er mjög erfitt. Því hvað gerist? Þegar unga fólkið er farið, þá eldist þjóðin. Fæðingartíðnin lækkar. Það þýðir þá að það verður ennþá meiri pressa að fólki fækkar. Og þeir sem eftir eru eldri, þeir þurfa einhvers konar eftirlaun, þeir þurfa að lifa einhverju, þeir þurfa meiri aðgang að heilbrigðisþjónustunni. Þessi lönd þurfa mínum mati mikla aðstoð frá Evrópusambandinu og ég tel að Svíar og Norðurlöndin hafa átt að bera meiri hlut af þessum vanda sem þau hafa átt að taka skellin á sig, frekar en að láta þessi lönd taka, sérstaklega Lettland og Litauen tóku mikið af erlendu lánum til þess að bjarga sér. Það þarf meiri aðstoð við þessi lönd. Svo líka er efnahagsstefna Evrópusambandsins og evrusvæðisins er mjög erfið. Það er fast gengi, þú getur ekki lækkað gengið og svo ertu líka með ríkisfjármál sem er alveg gríðarlegt aðhald. Þetta hentar Þýskalandi ágætlega og löndum sem eru orðin rík. En löndum sem eru í uppbyggingu og eru á eftir og þurfa fjárfest í mannauði og þurfa að byggja upp sína innviði, það hendar ekki. Þannig að þau eru komin inn á svæði það sem eru gerðar efnahagslega kröfur til þeirra sem að henda þeim mjög illa og ég held að þau þurfi ekki bara sjálf að skoða sín mál, heldur þarf Evrópusambandið í heild að endurskoða sína efnahagsstefnu. Er einhver lausn, spyr ég eins og Kjáni, að vera í Evrópusambandinu en fara aftur í sína mynt, myndi það breyta einhverju? Það væri mjög erfitt af síðan sem er Grikkland, það er mjög flókið. Sjáðu hvernig bara með svo Bretland sem þeir eru með svona ímynd þeir eru að fara út af Evrópusambandinu, hvað þetta er gríðarlega flókið og það er enn flóknar að fara út af Evrópusambandinu. Ég myndi ekki mæla með því fyrir þau að reyna það. Ég held að þau hefðu lítinn stuðning til þess, þau eru lítil lönd og þau þurfa þessa vernd. En ég held að það sem Evrópusambandið getur gert er að veita þeim meiri styrki, meiri aðstoð fyrir unga fólkið sitt og aðstoða þau meira og að þau hafi meira aðhald, meira svigrúm í ríkisfjármálum. Þau getur verið með meiri halla á ríkissjóði. Það er engin ástæða fyrir þessu lönd að vera með afgang eða jöfnuð í ríkisfjármálum fyrir öll ár. Þau geta verið með halla, töluverðan halla, eins og við höfum gert á Íslandi og fjárfest í innviðum og í mannauði og verið með betra samfélag, þannig að geta haldið sitt unga fólk. Þannig að ég held að svigrúmið sé aðalega að auka svigrúm í ríkisfjármálum og þau þurfa sjálf innanlands að auka sínar tekjur. En er það Evrópusambandið sem bákn, er það líklegt til að leyfa þetta, eða þú veist, að hjálpa til, að gefa slaka? Það er mjög góð spurning. Við sjáum að Evrópusambandið er með frekar lélega efnahagsárangur, hátt atvinnuleysi, víða mjög hátt atvinnuleysi ungs fólks sem mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir langtíma hagvöxt í öllu Evrópusambandinu. Sérstaklega í löndum sem hafa orðið verst úti, eins og Grikklandi, Spáni, Portúgal, Ítalíu, mjög alvarlegar afleiðingar og sumum löndum Írland lenti illa úti þegar það var neitt að tekist að ná tökum á sínum málum. En þeir þurfa að taka á sínum málum. Þýskaland er það land sem ræður mestu. Ég veit ekki hvort það geta lært af reynslunni. Þarna eru hagsmuna árekstrar milli landa og stóru löndin ráða. Það hefði verið nauðsynlegt að spjalla við í heilan bara föstudagsþátt en tíminn okkar er hlaupinn frá okkur. Takk kærlega fyrir að koma og bara gangið vel að bjarga Eystrasaltsríkjunum. Takk fyrir.